Þetta er Miðfjarðará, einhver víðfeðmasta laxveiðiparadís Íslands. Er þetta að gera eitthvað hérna? Já, þetta gera mikið hérna maður. Hérna liggur, skal ég segja þér, hérna við strenginn og taka þetta bara niður. Þegar þú kemur hérna út af þessu stein hérna, þá byrjar klöppin. Það er hérna út í það? Já. Við erum í veiðiferð með Guðmundi Ágústi Péturssyni, eða Gústa í GAP, umboðsmanni Adidas á Íslandi. Hann er þrautreyndur veiðimaður. Félagi hans er Björn Leifsson eða Bjössi World Class. Hann er í fyrsta skipti í Miðfjarðará og er að byrja að veiða á flugu. Þetta er Grjóthylur, einn af fornfrægu veiðistöðunum í ánni. Miðfjarðará er samheiti yfir 4 ár. Þær eru Austurá, Núpsá og Vesturá sem hver og ein bjóða upp á sinn sjarma, en sameinaðar taka þar nafnið Miðfjarðará síðustu 20 kílómetrana til sjávar. Kambsfoss í Austurá. Laxastíginn er einhver mesti manngerði fiskvegur á Íslandi og var formlega opnaður síðla sumars 91. Með stiganum opnaðist 10 kílómetra langt svæði fyrir laxinn eða allt upp að Valsfossi. Já, það sem var sérstakt á Austurána áður en stíginn kom var það að þú keyrir ekki þar einu viðst og þetta labbaði þetta allt. Ég man til því ég var að byrja hérna með Sæbjörni Kristjánsinni og kendi mér, má segja, mikið til að veiða og það kennsla fór fram hérna í 6 ár. Og þá varum bara að labba Austurágljúfrið og með svona töskum sem ég var með í dag til að bera laxinn. Það getur rétt ímyndað ykkur þegar þú komið sko 10-12 punda fiskar í þetta. Það var fiskur hverju viðst. Það var alltaf í fiski. Það var því að hann komst bara upp af fossunum og svo súkka hann sig niður aftur. Og síðan bætist stíginn við og þá byrjar alveg nýtt ævintýri sem er ekki síðra. Og það er efri hlutin hérna. Það var náttúrulega engri vegarslóður ekkert aðeins til að byrja með og það þurfti að það var alveg gríðarlegt ævintýri að finna út. Hvar var fiskurinn? Hvar tók hann? Þetta var óskriðað blaðarinn. Ekkert veðkerfi. Við vorum að labba hérna niður á ánni og stundum voru bara eyra og annað þvílíkt. Þessi hylur hérna Svarthamar fannst tiltölulega fljótt. Boltafiskar sem koma strax upp úr. Þetta er þvílíkt ævintýri því að áin er alltaf aðeins lituð. Það er alltaf gott vatn í henni. Það er margir skemmtilegir veiðistæðir og fiskarnir eru stór. Taka vel í þessu. Já, þetta er veiðistaðurinn Svarthamar sem tilheyrir svokölluðum Hnausakottseyrum fyrir ofan Kambsfoss. Hér geta menn upplifað allt eða ekkert. Staðurinn er mjög dyntóttur. Það er nú reyndar mennur nú uppgöt þetta smá saman að þessi lax er á ferðinni fram og tilbaka manna, upp og niður. Þannig að menn er alltaf að hitta á hann. Þessi staður hérna hefði getið verið tómur sko í gær, hann er fullur í dag. Eitt af því sem gerir Austurá svo spennandi er sú staðreynd að þar eru enn að finnast veiðistaðir. Manna ötulastur við þá kortlagningu er Gústi. Hann veiðir allt sumarið, nær jafnvel 90 dögum í veiði og margir þeirra daga eru einmitt í Miðfirði. Já, þetta er uppáhaldsáa mín og ég veit að þetta er uppáhalds margara. Þetta er fjölbreytnin sem ræði því. Samt er rosalega erfitt að tala uppáhaldsá vegna þess að þú ert komin í miðfirðinskilum þá ert í fínum fílingi. Þegar ég er komin í Víðidalinn þá er ég líka í fínum fílingi. Þannig að það er eiginlega alltaf að tala um það í
þeim skilningi að þetta sé uppáhaldsá. Þetta er ein af uppáhaldsánum. Það eru kannski 10-15 sem eru verulega góðar. Það er komið að Bjössa. Hann setur undir svokallaða hitstúpu, eins konar útfærsla af gáruhnútnum. Hann er byrjandi í fluguveiðinni. Já, og sjáu þið þetta. Hann setur strax í lax örfáum mínútum eftir að Gústi landaði. Þetta er minn fyrsti flugulax. Ég er svona meira maðkakall. Þetta er góð stund. Þetta er ljúft. Hvað tók hann hjá þér? Þetta heitir... Hvað kallir þetta helviti? Þetta er einhver svona... streamer system. Auðvitað skiptir ekki öllu máli hvað þetta heitir, en fyrir Bjössa er þetta merkileg stund og þessi hylur, Svarthamar í Austurá í Miðfirði, verður alltaf í ofurlitlu uppáhaldi. Gleðin er einlæg. Það er stór áfangi hjá öllum veiðimönnum að landa fyrsta flugulaxinum. Þetta eru Ármót, efsti veiðistaður í sjálfri Miðfjarðará. En hann er frátekinn. Lómafjölskylda er hér að veiðum og kann hreint ekki við átróðningin. Já, þeir eru bara að koma að veiða eins og ég. Vissulega truflar þetta eitthvað veiðistæðin, en þetta truflar ekki veiðistæðin eins og ég væri að vaða þar úti. Þannig ég gerir svona fastlega ráð fyrir því að það sé nú alltaf róligt, þannig að þetta er partur af náttúrunni. Eftir að hafa rakið þessa stóru fugla á brott er hægt að einbeita sér að veiðinni. Smálax er að ganga. Þetta eru síðustu dagar júlímánaðar. En sumir gefast ekki upp fyrir í fulla hnefana. Þessir lómar eru þrjóskir og sennilega svangir. Það eru góð skilur. Þetta er eins og á morgnana, sko. Það var svona léttur dumbungur ræk í loftinu, gott að teygja þessu lofti, fílingur, þetta er öruggur fiskur. Alveg pottþétt. Þarna kemur hann upp og stoppar og þarf að velja vatnið, hvort hann fær upp í Austurána eða upp í Austurána. Við tókum nú fiskarna 19 punda grútlegin heng sem var búin að, mennum sér hvort hann var búin að vera að koma einhvers staðar annars staðar að. Það getur vel verið að fara upp í Austurána, komið tilbaka aftur og takið aðra stefnu. Nú er vatnið ekki alltaf eins í ánum, stundum hverfur Núpsá alveg. Austurána skilur alltaf vatni, Vesturána á til að minnka mjög mikið, þannig að ég hef nú grunnum að fiskurinn sé að ferðast svona þar sem vatnið er mest og uppgötu að hann er ekki réttum stað og koma tilbaka. Ef ég mætti ráða hvenær ég væri að veiða hana, þá myndi ég vilja veiða hana frá 15. júlí og fram yfir Vestmannahelgi.
Það myndi ég segja að vera langbesti tíminn í ánni. Þá allur fiskurinn eiginlega nánast mættur en hann að koma alveg fram undir lokum. Það alltaf eitthvað að koma. En hann virðist koma mjög smáfiskur, hann kemur mjög seint, kemur ekkert í stórum gusum og klárar sig heldur alltaf að koma. Ég hef verið hann í september oftar en einu sinni þar sem menn að veiða bara nýgengi fisk. Skyggnið í ánni ekki sérlega gott. Það hefur gengið á með kröftugum skúrum og áin hefur tekið smá lit, en hann á að létta til á morgun. Það hafa raunar verið langvarandi þurrkar og það stutt í að vatnsleysið hái veiðinni. Nýr dagur, nýtt veður og nýtt veiðisvæði. Orrustuhylur, ofarlega í Vesturá, mjög skemmtilegur veiðistaður og ekki vantar laxinn hér. Minn uppbólshylur orrustuhylur. Þetta mjög skemmtilegur flugvél og sérstaklega komið fram til kvöld. Ja, það var lengi vel til uppáhald, það var Black & Teal, lítil silungaflugvél. En núna á seinna árin þá hefur það verið svartur Francis og gullkrók eða Monroe Killer. Neðst við Vesturá heldur Smyrlafjölskylda til. Ungarnir að læra fluglistina og þenja sig óspart. Hér hefur áin hægt mjög á sér og það engu líkara en hún hefur hreinlega stöðvast. Það sem spes við Vesturá hvað hún löng, til skamms tíma hvað var rauninni erfitt að komast hana alltaf og ennþá þetta í dag að þá þurfa menn að labba efsta hlutin ef menn alltaf fara upp í rjúkanda. Fyrir nokkur ára síðan þá komust menn ekki nema hluta leiðarinn og restin að labba og þá var þetta náttúrulega meira hvílt. Nú veiðálagi orðið miklu meira á öllum stöðum árinnar. Fyrir neðan Smyrlahreiðrið eru skálapollar. Hér allt fullt af laxi og margir stórir. Þeir liggja við landið hinum megin og hreyfast ekki. Það ekki hægt annað en kasta á þá. Og rennur í gljúfrum og djúpum hyljum og í flúðum. Það sumstaðar mjög gott að sjá fiskinn, mörgum stöðum skemmtilegi flugustæðir, annars staðar gríðarlega góði markastæðir sem það svona áhuga því. Þannig hún hefur upp á allt að bjóða. Gústi mættur á staðinn og hann vill gera lokatilraun með þyngri túpu. Senda hana bara niður. Maður kastaði fyrst hana nokkur köst og þá var maður að skoða hvernig túpan sökk. Svo smá saman sá maður það þegar hún að koma og sökkva. Hún bara sökk upp í fiskinn. Hann verður náttúrulega að gera eitthvað. Hann kan náttúrulega sjálfsögðu glefsað í hann, hún minnið hann og þar með var hann kominn á. Þegar þú notar túpuna þá ertu í rauninni að koma agninu kannski dýpra, koma þessu fyrir fiskinn, ekki að láta hann sækja það heldur koma niður til hans. Sérstaklega þess að þyngdu túpur það sökkva mjög hratt. Það má eiginlega segja að svona þegar mikið vatn og í talningum eða litað og annað slíkt þá segir sér sjálft að það nú erfitt að sjá flugu númer 16 í beljandi fljóti.
Já, bara allt í einu. En þetta var vænn fiskur, 12 til 14 pund. Hann hefði verið fínn bónus á vaktinni, í vatnsleysinu og hitanum. En eins og Gústi sagði, þá glefsaði hann til túpunar og takan hefur verið grönn. Fegurðin á þessu mikla veiðisvæði er eins og best gerist á Íslandi. Heildarlengd veiðisvæðisins í Miðfirði er sennilega með því mesta sem þekkist hérlendis. Merktir veiðistaðir eru til að mynda 200 talsins og víða eru ómerktir staðir sem vel halda fiski. Já, nú voru að fara 20 ára eftir í tíma. Engri vegir, engri merktir veiðistaðir, engri veiðin búin að koma hérna í langan tíma. Ég held að enginn hafi komið hér í sumar. Ég hafi verið síðasta maður síðustu ár. Þetta er mjög spennandi en það er erfitt. En ókostin eru þeir að það er lítið vatn og lítið súrefni. Hvað er efsti staður sem þú mögulega leggur í að fara? Það er fram í Rjúkanda. Það er mjög hárfoss hérna framöndi og lengra kynslagsleiki. Efst við Vesturána gilda bara 2 jafnfljótir og það er ekki margir sem nenna þann göngutúrinn. Frá Rjúkanda niður að ármótum Vesturár og Austurár eru 28 kílómetrar. Fossinn sjálfur er náttúruperla en leið stóra stoppið fyrir laxinn. Já, það er töluvert erfitt og þannig bara má merkja það að bara vegalengdirnar, þetta eru 90 kílómetrar bakkalengdir þannig og maður fer þetta meira og minna alls saman. Og þetta er niður gljúfur, niður brekkur og þetta er yfirleitt allt svona á brattan að sækja. Og maður þarf að vera mjög góður líkamlega afslátt þegar maður ætlar að veiða allt þetta vatnasvæði vel. Það eru margir sem fara náttúrulega á þá staði sem að þægilegt er að komast að. Það er nú eitt sem er náttúrulega sjarmurinn við ánni að það er ekki eins mikið álagið á veiðistofan. Það er mikið minna. Að þó sé ég það að þetta er allt farið að slitna og þó er þetta sennilega einn besta veiðiáin á Íslandi til þess að gera hvað hún hefur mikla fjölbreytni og gríðarlega bakkaveiði. Oft er það svo að duglegir veiðimenn fá umbun erfiði síns. Það gerðist þó ekki í dag. En í þessu umhverfi þurfa jafnvel þrautþjálfaðir líkamsræktar frömuður að kasta mæðinni. Vatnsleysi er farið að há Vesturáni verulega. Fiskurinn er lagstur og það er mjög erfitt að fá hann til að taka. Hver hefur ekki heyrt af þessu bragði, ýmist lesið það eða verið sagt frá sambærilegum aðferðum. En sjálfsagt eru þeir ekki margir sem hafa reynt þetta. Gústi fer með torf út í ána rétt fyrir ofan Túnhil í Vesturá. Mikið magn af laxi er í hylnum en Túnhylur hefur ekki gefið marga fiska síðustu daga. Einn lax er vísað morgni og svo ekki söguna meir. Það vantar nefnilega rigningu. En með torfinu er vatnið gruggað í þeirri von að laxinn fari á hreyfingu. Þegar hylurinn hreinsast aftur, leggst laxinn á gamla staðinn og þá eru auknar líkur á töku. Í þessu vatnsleysi er ekkert betra að gera en að leggjast í tilraunastarfsemi. Gústi hefur oft fengið lax með þessari aðferð. Fuglalíf við Vesturá og raunar í Miðfirði öllum er með eindæmum fjölskrúðugt. Hér má sjá allar gerðir, allt frá hinum smávöxnum maríerlum
upp í hörkutólið, kjóan. Þessi farfugl stoppar stutt á Íslandi, ekki nema blásumarið, til að koma upp ungum. Þess á milli dvelur hann á sjó, mestmegnis á Suður Atlantshafi. Kjóin nánast alæta og þrífst því vel hér. Hann leggst á hræ, sólginn í ber og lætur ekki skordýr framhjá sér fara. Þar eru köngulær í uppáhaldi. Þetta spennandi staður, efsti veiðistaðurinn í Austurá, Valsfoss. Bjössi tekur þennan stað. Bjössi veit ekki ómiklu framförum. Hann greinilega efni afburðaðið. En hann kastar mjög vel og hann veiðir mjög vel líka. Það fiskur allan hylinn, en fiskar sem liggja neðarlega og allt niður undir útfallið eru þeir sem bestir að eiga við. Þar grynnist hylurinn upp og neðst í honum hægt að tryggja gott rek á flugunni. Bjössi einmitt að kasta á fiska í útfallinu. Gústi ekki langt undan. Hann var að kíkja á hyljina rétt neðan við fosshylinn, en þeir gefa oft ágæta veiði. Gústi sá reyndar tökuna, en fær engu að síður nákvæmar lýsingar, hvort sem honum líkar betur eða verr. Já, ég búinn að sjá hann. Og hann gríðarlega stór. Ég þori að leggja undir það að hann vart undir 25 pund. Já, hann klárar þetta alveg. Ég sá tökuna þegar fiskunum kom upp og tók fluguna og ég gæti ekki betur síðan og færi upp í hann út hinum megin. Hann alveg magatekinn, sko. Ég búinn að vera 1,5 tíma. Frá því hann tók. Áttaru þið á því hvað þetta stór fiskur? Já, ég myndi segja að hann væri +20. Hann það og flúr, svo ég búinn að sjá hann 2-3 svart. Hvernig líður þér núna? Ég farin að vera stressaða núna. Ég byrja bara leikskóti. Þetta fallegur staður en leið skelfilegur til að þreyta stórlax. Hér stórgrýti allt og botnin þakinn steinnippum sem klippa tauma eins og tvinna. Taki laxinn strikið niður hylinn dæmið líka búið. Allt þetta Bjössi að hugsa um. Það komnar 2 klukkustundir og það ekkert að gerast. Gústi kominn yfir ána og hann ætlar að freista þess að koma hreyfingu á hlutina. Það fer að líða að lokasprettinum.